prólógus Íslands klukkunnar. Þá hún fyrst var leikinn að upplúkningu Þjóðleikhúss 1950. Þegar vér, þjóðin sem nú lifir, gerum oss dagamun og höldum hátíð, þykir jafnan hlýða að renna huganum aftur í tíman og minnast fyrri manna í landinu, þess fólks sem við rekjum til upphaf vort, en nú hefur búið undir grænum sverði hríð. Því dirfumst vér á þessari hátíð að biðja völvuna með töfrasprotann að lyfta fyrir oss fortjaldi tímans. Láta sól löngu liðina daga rísa aftur sem snöggvast, blað úr sögunni íklæðast lit og lífi eina kvöldstund, fyrri menn og konur stíga fram úr þögninni miklu, svo vér megnum þó ekki væri nema í skuggsjá að verða sjónarvottar þess lífs sem einu sinni var, lífs sem oss að vísu ókunnugt og fjarlægt, en samt svo náið að við sjálf erum óvefengjanlega framhald þess, en það leyndur hluti vor sjálfra. Torfbæirnir móka undir hlíðum fjallanna. Baðstofa Jóns Hreggviðssonar á Rein. Bóndinn liggur á fleti sínu stynjandi, vöndurinn hefur verið á lofti. Hefur böðullinn verið myrtur. Öxi og höggstokkur bíða málþola í dýflissunni á Bessastöðum. Gálgarnir standa reiðubúnir á Þingvöllum við Öxará. Gömul kona hefur gefist upp við að nota fornhandritin í bót á brókina hans Jónsins. Í skugganum grillum vér andlit líkþrárinnar. Vinur, hví dregur þið mig inn í þetta skelfilega hús. Má vera að oss, hitaveitufólki og rafmagnsljósa, veitist erfitt að setja oss fyrir sjónir mannlíf sem býr í torfi, samlitt grundinni, fólk sem lifir og trúir hjá grútartýru bak við hélaðan skjá. Þó þetta mannlífið sjálft, heitt og ríkt og eilíft. Og stjörnurnar skína og hana festingunni. Skálholt. Ung kona gengur leynilegum dyr á næturþeli. Nú fer að vora Breiðafjörð. En ofar rökum og rögnum, vendi og gálga, ofar kóngsins járni og arbeið og líkþráum andlitum Jóns Hreggviðssonar á Rein. Já, ofar beðmálum brúðar og dýrustum eyðum næturinnar ríkir eitt lágmál. Skylda við Ísland, við söguna, alda og óborna, við hið eilífa líf landsins. Non facile emergunt quorum virtutibus obstat res angusta domi, stendur í almennu bænarskránni. Þeir slettu latínu við plattþýsku mælandi kónga og baróna þessir bænarskránmenn. Latínan kann að hafa verið fordild þeirra, en hún var þó einkum bjarteinin sem þeir báru fram til að færa sönnur á að þeir væru það sem þeir þóttust. Menntuð þjóð, þrátt fyrir snærisleysi og messuvínskreppu og lítið sem ekkert ásmundrajál. Hlutgengir Evrópumenn, þrátt fyrir landlæga hungursnauð sín og eymd, af því tagi sem gersigraðar þjóðir verða einar að þola. Og þess vegna skulum við ekki draga út latínuna þeirra. Skáld og leikarar, vér sem höfum verið hvattir að starfa undir sprota völvunar,
Vér finnum að vísu vorn vanmátt og ófullkomleik, gagnvart yrkisefni sem fullkomið og algjört með þeim hætti sem hið umliðna eitt má verða. En í von þess að þér, góðir menn og konur, virðið við oss vanda hlutverksins og léttið svo undir með oss, sækir eða góðvildar, hneigjum vér hinni eilífu mey sem ber sprotann og byggjum fortjaldinu verði lyft. Þingvellir við Öxará. Gamall maður kemur með hundi sínum innan úr hrauni og spyr. Og hverjir eru mennirnir? Ég hans Majestets bífallingsmaður og prófoss. Og ekki. Skaparinn nú samt sá sem ræður. Ég hef bréf upp á það. Og það veit ég. Bréfin orðin mörg og það margt bréfið. Vænir þú mig lygi, gamli bjandi? Í fornöld voru engin bréf. Ég rétt segir þú, lagsmaður. Gunnar á Hlíðarenda hafði ekkert bréf. Og hver þú? Já, þetta Snæri stjór af Akranesi. Hann búinn að liggja í þrælakistun á Bessastöðum síðan páska. Hitt kóngsbörðustin frá Bessastöðum. Það nýðu utan í hann allir hundar. Jón Hreggviðsson aumur þræll. Höggðu á tóverki sem heldur klukkunni. Það hlægir mig að þann dag sem minn allra náðugasti herra bífalar mér að bregðum hálstér snörunni hér á þessum stað skuli þó ekki verða hringt klukku. Farið ekki með dár og spé, góðu drengir. Þetta gömul klukka. Sértu maður pressins, þá segðu honum frá mér að hér tjói hvorki nauðin ég nú. Við höfum bréf upp á 18 klukkur og þessa 19. Við brjótum þær og flytjum í hómskip. Ég á engum að standa reikningsskap utan konginum. Guð blessi kongin. Allar þær kirkjuklukkur sem páfinn átti fyrrum á kóngurinn nú. En þetta ekki kirkjuklukka. Þetta klukka landsins. Ég fæddur hér í Bláskógaheiðinni. Áttu tóbak? Helvítis blöðin tímur ekki gera mann í nefið? Nei, mitt fólk hefur aldrei átt tóbak. Það hefur verið hart í ári. Sonarbörn mín 2 dóu sumarmálin. Ég orðinn gamall maður. Klukkunar á Arna hefur landið alltaf átt. Hver hefur bréf upp á það? Faðurinn minn var fæddur hér í Bláskógaheiðinni. Enginn á annað en það sem hann hefur bréf upp á. Ég trúi að standi í gömlum bókum að þegar austmenn komu hér að auðu landi hafi þeir fundið þessa klukku í einum helli við sjó ásamt krossi sem nú týndur. Mitt bréf frá konginum, segi ég. Og niður með klukkuna, Jón Hreggviðsson, svarti þjófur. Nei, þessa klukku má ekki brjóta. Það má ekki flytja hann í hólmskip. Hún hefur fyllt alþingi við Öxará síðan það var sett. Löngu fyrir daga kóngsins. Sumir segja fyrir daga páfans. Það gildir einu. Kaupinhafn verður að reisa. Það hefur geisað stríð og þeir svensku djöfulskálkar hafa bombaldað staði. Afi minn bjó á Fíflavöllum, hér lengra inn í Bláskógaheiðinni. Eimund sjóliðar mikið tósa netta spennanisti frík, netta spennanisti frík, neðan sé og rík. Og nú kunnin allra náðugasti arfa herra vera búin að taka sér 3. hlutluna og svo kunnin vera feitust þeirra allra. Já, það munurlegt þegar við Siggi Snorrason. Þessi orð skulu verða þér dýr, Jón Hreggviðsson. Og skattmundi Gunnar á Hlíðarenda hafa runni fyrir hvítumnarvamma Vopnanes. Sjaldan brott með bein og hundum minn, sagði Aslabjörn. Ætlar að ríða þetta húsum í allan dag? Aldrei skal ég armi dýru spenna í sængur unga brík, utan hún sé feit og rík. Vertu sæll, gamli Bláskógafjandi, og skilaðu kveðju Guðs frá minni til Þingvallapress og segðu að hér hafi verið kónglegrar Majestets bífallingsmaður og prófoss, Sigurður Snorrason. Áfram neður sveinum geisa sínum jöfur lands og jómfrútnar,
Jöðurlands og jómfrútnar, járnil bruddu graðast var. Hýðing á Kjalardal. Dálítill hópur manna hefur safnast saman það bil sem Jón Hreggviðsson leiddur í tóttina. Frekar gerast okkur Sigga Snorra sinni frillurnar enn. Ég búinn að lesa, faðir vor. Þú gleymdir trúarjátningunni. Trúarjátningin ekki lesin nema við aftöku. Lofaðu okkur að heyra játningar greiði líka, ljúfurinn. Ekki í dag, seinna. Þú ættir að minnstakosti að hnýta upp á Óla kjána, Siggi minn. Þá ekki væri nema vegna drottningarinnar. Varla mun jafn ágætur kóngsmaður og Sigurður Snorrason þola fríorða munni Jóns Hreggviðssonar. Elsku hjartans kóngurinn. Nú hnýtt hann fyrstu frillunni. Já, sá hefur ekki meira hjartans. Hnýttu aftur, ljúfurinn. Ó, kónglegur majestætis þjón, minnst þú vors herra? Jæja, nú komið að þeirri síðustu og feitustu. Margur góður maður hefur fengið sína vöru selda það bil sem henni var fullriðinn hnútur. Ég skal gilda réttlæt og ekki spott og leystu þessa hnúta. Jón Hreggviðsson kristbóndi að reyn. Vegna sektardóm sem þú hlaust á alþingi fyrir að hafa á þingvöllum við öxara og móðgað voru allra hæstu tign og náð og greifa út í holstinn með óhæfilegu og ótilheyrilegu orðbragði í þá veru að vor herra hafi nú tekið sér 3 frillur fyrir utan hans ektaskap og með því sekt fyrir þessi töluð orð hefur ekki verið goldin, skaltu nú hér þola 3 sinnum 8 vandarhögg. Böðullinn skal taka til starfa. Áfram í djöfuls nafni, maður! Afbrotamaður á nú aftur rétt á hvíld. Ég sær hann! Ég sær hann! Ég sær hann! Nú tekur það til við þá síðustu og feitustu. 24. Páfinn veislu góða gerði gildum móti, keisarinn og kóngur teitir, gáti drukk og þeirra sveitir. Að reyn á Akranesi daginn eftir. Jón Hreggviðsson liggur á grúfu uppi í bæli. Það vildi ég drottinn sendi mér tóbak, brennivín og 3 frillur. Drottinn Jesús versti mér líksamur, það eru komnir höfðingjar. Höfðingjar? Og hefur ekki búin að fláa mér húðina? Hvað með það meir? Jæja, Jón minn Hreggviðsson á reyn, svo að þetta átti þá fyrir þér að liggja. Hér komin meyjablómun Jómfrú Snæfríður, dóttir lögmanns Eydalins, og sjálfur handgenginn maður vors allra náðugasta herra og arfakóns, assessor Arnars Arnöfus, prófessor til Kaupmannahafnar háskóla. Komin hér inn á gólf til þín. Bóndi sjúkur? Varla get ég talað það. Ég var hittur í gær. Og því líkur hann hittur var hann í fyrradag. Aftur á móti drap hann mann í fyrrinótt auminginn.
Hann drapi föðurinn sinna Sigga Greyið Snorrason, hann tróður hann í pytt í myrkrin og fór svo að sofa og þegar maðurinn vaknaði þá var hann dauður niður í pyttinu. Ég bið mína velbyrðu og hátignar að taka ekki mark á þessari konustefnu. Því hver hún má best sjá að þessum ælingjana þetta upp í bælunu og snautaði út því og látti ekki almennilegt fólk sjá þig. Gunna litla, Gunna, hvar hún Gunna mín sem hefur þú augun mín? Séra Þorsteinn vil ég segja erind okkar. Hér kominn sá hálærði maður þess stóra staðar Kaupinhafn, Arnars Arneus konungsins víg. Hann vill kaupa öll skrifu rifrildi frá fornri tíð, svo á skinni sem pappír, sem grotna nú sem óðast niður í fórum fátækru og volaðra innbyggjara þessa auma lands. Með því að þeir hafa ekki lengur þar án eitt beskín fyrir hungursakir og annars þess guðlegs strafs sem áfellur iðrunarlaust fólk og þá sem að vanþakka Kristi. Mínum herra hefur komið svo vitra að sá fáráðu Jón Hreggviðsson á Rein muni luma á nokkrum fornum skinnpjöllum með lesmáli frá pápískri tíð. Leikur assessor mjög hugur á að sjá þetta rifrildi, ef það enn til. Fá það léð ef þetta láns og keypt ef það fast. Hér eru öngvar skinnpjöllur, rifrildinu druslu sem haldi upp í minningu fornmanna, því miður. Ég sjálfur les ekki nema tilneittur. Hins vegar það ekki fyrir iðrunarleysi sem Íslendingar nú fallir í volæði. Því hvenær iðraðist Gunnar á Hlíðarenda? Aldrei! Það veiðarfæraleysi sem verður Íslendingum miklu skæðar en iðrunarleysi. Og upphafmís Ólafs var það að hafa látið freistast af snærispotta í línu. Vinur, hví dregurðu mig inn í þetta skelfilega hús? Nú þætti mér gaman að spyrja hvort þessi mín gamla móðir kynni ekki að vísa mér á einhvern stað. Undir rúmi, fram í eldhúsi, úti í skemmu eða upp á skemmulofti. Þar sem stundum verða innlyksa kagbætt skinnbrókarslítur eða skógarmar í hornum. Ellegar á vegglæju í útikofa. Þar sem stundum á vetrum tróðið ónýtum pjöllum í rifu svo ekki hjúfri inn. Ég tala nú ekki ef til gömul skjóða eða ruslaskrína sem ég mætti rósta svo lítið í. Já, það þá ekki en vera stildi rúmbotnin hennar móður minnar. Æ, mikið rétt. Á hverju liggja ekki vorar göfugi kettlingar? Eitthvað hlýtur að hafa orðið af gömlu skinnpjöllunum sem við gáfumst upp við að hafa í bót á brókina mína hér árið. Hver úr fornu voru mínu? 13. aldar skrift. Ég fæ ekki betur síðan þetta séu blöð úr sjálfri skáldu. Hér eru 6 blöð úr gamalli skinnbók, hve mörg mundu hafa verið í upphafi. Og þau munu aldrei hafa verið nema 2 fleiri en nú. Mig dreymir til að hafa einu sinni fyrir löngu bleitt upp þessa skinndræsu og slitið af henni 2 eystu blöðin til að bæta með brókinans Jóns míns. En það var þá vita ónýtt og hélt ekki í þræði. Það myndi hafa orðið að þeim blöðum. Það hefur aldrei verið minn siður að fleygja neinu nýtilegu. Það er vond skinnpjalla sem ekki til einhvers nýt í hörðu ári þegar margir verða að borða skóna sína. Og þó það sé ekki nema þvengspotti hún stungið upp í börn til að töngla. Mínir herran með ekki halda það komið til að góðu að mér hefur ekki orðið neitt úr þessu rifrildi. Ég hef nú í 7 ár leitað og haldið spurnu fyrir allt land hvort hvergi fyndist slitur og þó ekki væri nema mínútissima partikúla úr þeim 14 blöðum sem mig vantar í skáldu. Þá óviðjafnanlegu skinnbók sem á hafi verið skráð fegurst kvæði á norðurhveli heims. Hér eru 6 fundin. Það vísu saman böggluð og 1 læs, en þó síni exempló. Ég tek þá þetta ólukkans rifrildi með mér. Það er ekki hægt að bæta með því brók hvort þið en ég hafa það undir skó. Og svo til útsíðum að slíkt hallæri kom yfir Ísland að það verði talið ætt. En silfurspesíu skaltu hafa að mér fyrir ónæðið, kona góð. Það er nú einu sinni svo komið sér að Þorsteinn minn, að það fólk sem átt hefur merkilegasta lítilras í norðurálfu heims síðan antikví, kýs nú heldur að ganga á kálskinni og éta kálskinn en lesa á kálskinn gamalt letur. Nú munum við hvert annað, hérðan í frá. Vera kann, við getum lagt hvert öðru lið seinna. Verið sæl. Gestir fara, sýslumaður og menn hans koma inn. Og grip það nú í Jesú nafninu. Dagur er risinn. Hér skal hefja hildarleikin enn. Farvel menn guðinn að stefja. Morðblóð fagurtur enn.
Karl þinn er ákærður fyrir morð. Já, þetta er versti maður, það hef ég alltaf sagt. Hvar er byssan hans? Morðtólum er ofikið í þessu húsi. Já, það er undarlegt að skuli ekki vera búin að margdrepa okkur öll. Það er nú eins og allir sjálangt gengið með barni og þar að þau ekki veik mannskja og ekki sjón að sjá mig, enda kæra hann sig ekki mikið að sjá mig. Þetta plagg ætla ég að biðja sýslumanninn að færa honum. Það er hlýtt ef að skildi vera lengi í burtu. Ég er ekki ykkar þjónn, Reinar Hyskis. Dýflissan á Bessastöðum. Jón Hreggviðsson, Guttormur Guttormsson og Jón Theófílusson að vestan talast við. Hvað ert þú að vilja hér? Ég hef framið svífurlegast ódægð á Íslandi. Fór út í hollenska duggu og keypti tvinna. Keyptirðu mikið tvinna? Eitt kefli. Var það allt og sumt? Já, þeim tókst aldrei að senda á mig nema þetta eina kefli. Aftur á móti höfðu kaupmannsþrælar haft njósnir af að ég fór út í dugguna. Já, í mínum byggvarlagi fara allir út í duggu. Maður sem aldrei hefur séð hollenskan gulldúkat veit ekki hvað að vera að lifa. Hollendingar eru gullþjóð. Á nætunda, ef ég vakna og get ekki sofnað, þá hugsa ég þessa blessaða stóru peninga. Og þá fer mér aftur að líða svo vel. Já, hvílík stærð, hvílík þyngd, hvílíkur gljáð. Og áttu mikið af þeim? Mikið? Já, hvort sem ég á mikið að lítið af þeim, það skiptir því öngulagsi. Þá veit ég hvað það er að hafa lifað. Ég hef lifað marga lukkulega daga. Þið Suðurnesjamenn lífið aldrei lukkulega dag. Og því lífunum, við elskum og virðum okkar kók. Ég gekk á þeim kostamjöl, tóverk, ásmundarjárn, ögla, tóbak, klúta, rauðvín, kornbrennivín og gulldúkata fyrir börn. Börn? Já, dúkat fyrir stelpu og 2 dúkata fyrir dreng. Ég hef sett duggur 2 börn, 7 ára dreng og ljósherða telpu 5 ára. Og svo þú átt ekki nema 3 dúkata. Hvað átt þú marga dúkata? 2? 2. Ég á 2 dúkata heima hjá mér á Reyna á Akranesi. 2 lifandi dúkata sem horfa á mig. Fyrir hvað fékkstu þá? Ef þú heldur að ég hef fengt á því, veitu, þá feilandi lagsi. Hvað ert þú að gera hér? Ég ætlaði að galda til minn kvenmann, hún var prestdóttir, fannst hjá mér vindgapi. Nú. Annar maður hafði náð ástum stúlkunar, svo ég reyndi að magna sendingu á hann og það tókst þó til að sendingin fór í hú pressins og drap hana. Nokkru síðar fóst trippi elgjara míns í óskýranlegum pytti og þá var ég gripinn. Og meðan að máli var í rannsókn þá sýktist bróðir elgjara míns og dó. Hókunum vitaðist þessu mann á banabið og sagði að ég hefði veðdregið sér og valdið áhöppum á kú og hrossi, auku krampdæmi bróðurins. Þessa vitun staðfesti maðurinn með eyði á deyjanda degi, svo pókurinn sjálfur var höfuðvitni og móti mér og felldi mig. Og hvað vil ég með því hingað suður? Af hverju brennar þið ekki fyrir vestanmannskrappi? Þorskfyrðingasinjur hrísi. Það er nýtt ef þeir hafa eldið hér syðra aflögu við handa öðru landsfjórðungum. Hei, þú ættir að biðja að láta höggva þig með mér og helst á þessum höggstokki hér. Ég er vissum að það er ekki til betri höggstokkur á landinu. Ég hef haft mér það til dundus í vleiðundum í vetur að máta hálsinn á mig við grópið á honum. Ég hef búin að biðja Guð í allan vetur að fá að vera höggvinn í staðan fyrir brendu. Og af hverju heitur þetta á anskotan? Hann sveik mig og að pókurinn er búin að svíkja mann. Þá fer maður nú að biðja Guð. Mér heyrist þú vera lítil menning. Og þó var pókurinn hefur haldið fram að ég hét á sig og tilbæði sig og fellt mig á því fyrir dómi, þá var þetta lífmál. Aftur á móti fekk ég mig vindgapa og reyndi svolítið að fara með hann vegna stúlkunar. Vindgapa? Já. Vegna stúlku? Já, það mistókst. Hefurðu þess konar vindgapa hér? Ég seint er fullreynt. Hver veit nema við getum galdrað til okkar kvenmannsberginga. Já, oft var þörf, en nú er nauðsyn. Nei, yfirvöldin tóku það af mér vindgapan. Já, getum við ekki búið okkur til vindgapa? Já. Nei, það er ekki svo auðhlaupið að því. Í vindgapi er letrað með hrafnskalli á móraut hundtíkaskinn holdbrosamegin
borið síðan ofan í stafi með blóði og svörtum fressketti sem óspjöllu mei hefur skorðað háls við fullu tulli. Hvernig gastu fengið óspjallaða mei til að skera svartan fresskött? Hún systir mín gerði það, en það tók okkur 3 ára út við að hrafnskallið og fyrstu nóttina sem ég hélt gapanum á lofti bauð svefnhúsi prestsdótturinnar og þuldi gapaldu stefnuna, þá var komið að mér. En það var þá kýrin dauð. Jú, stúlkan maður. Já, það svaf hjá henni maður. Nei, þú verður áreiðarlega brenndur, Jón minn.